Þá er komið að því að fjalla aðeins hlutverk leikja í þroskaferli barna samkvæmt Jean Piaget, en hann taldi það vera grundvallar þátt í þroska barnanna vegna þess að hann veitir þeim tækifæri til að kanna, læra og þróa vitsmunalega, félagslega og tilfinningalega hæfileika. Og hér á eftir verða taldar upp nokkrar helstu ástæðunum fyrir því hvers vegna þetta er svona mikilvægt samkvæmt Piaget. Leikurinn er í fyrsta lagi tækifæri til að kanna og læra. Börn læra í gegnum beina reynslu og víxlverkun við umhverfi sitt. Leikurinn gefur þeim frjálst rými til að kanna hluti, hugmyndir og samband þeirra við heiminn. Og Piaget taldi að börn væru virkir þátttakendur í eigin þroska og þannig væri leikurinn aðferð þeirra til að skilja og skýra veröldina. Þroskastigið mótar ekki aðeins hvernig börn leika sér, heldur líka hvernig þau læra á leiknum. Og leikurinn er þannig spegill, eða telur hann að það sé nokkuð svona spegill þroskastigana. Á skynhrifastiginu kanna þau heiminn í gegnum hreyfingu og skynjun, á foraðgerastiginu þróa þau táknræna hugsun og nota ímyndunarafl í leiknum. Á hlutbundnu rökhugsunarstigi og formlegu rökhugsunarstigi læra þau að fylgja reglum, vinna saman og skipuleggja flókna leiki. Leikurinn eykur hugrænan þroska vegna þess að þessi ferli stuðlaði að byggja upp flóknari hugsun. Þannig hjálpar leikurinn til við að þróa aðhæfingu og aðlögun sem ég fór í fyrirlestri hérna fyrr, og þetta eru lykilhugtökin í kenningu Piaget, að aðlögunin er að börn nýta þekkingu sína til að skilja nýjar aðstæður, til dæmis með því að endurtaka leik eða nota kunnuglegar aðferðir við lausn verkefna, eða aðhæfingin að börn laga sig að nýjum aðstæðum með því að breyta leiknum þegar eitthvað nýtt kemur upp. Leikurinn hjálpar til við að þróa táknræna hugsun. Leikurinn er lykilatriði í þróun táknræna hugsunar sem er grundvallaratriði í vitsmunaþroskanum. Með táknrænu leik læra börnin að láta einn hlut tákna annan og ímynda sér aðstæður sem er mikilvægur undirbúningur fyrir abstrakt hugsun. Leikurinn stuðlar einnig að félags- og tilfinningaþroska. Í félagslegu leik, það er að segja með öðrum, læra börn að eiga samskipti, deila, semja og leysa ágreining. Þau þróa sjálfhverfu sína smá saman yfir í getu til að setja sig í spor annarra, sem er mikilvæg færni í hlutbundnu rökhugsunarstigi. Og leikurinn kennir börnunum að tjá tilfinningar sínar og skilja tilfinningar annarra. Leikurinn verður þannig undirbúningur fyrir framtíðina vegna þess að þarna tileinka þau sér hæfni og færni sem þau munu nota í daglegu lífi og í flóknari félagslegum aðstæðum síðar meir. Regluleikir og skipulagðir leikir undirbúa þau fyrir þátttöku í samfélagi þar sem reglur og samvinna skipta meginmáli. Leikurinn verður líka vettvangur sköpunar, því hann ýtir undir ímyndunarafl og sköpunargáfu barna. Þau prófa nýjar hugmyndir og uppgötva lausnir án þess að þurfa að hlíta utanaðkomandi þrýstingi eða reglum. Piaget sá leik sem lykil þátt í hugrænum þroska barna og skýrði hvernig leikurinn þróast eftir þroskastigum. Hann lagði áherslu á að leikur væri leið barnsins til að kanna heiminn, þróa nýja færni og takast á við nýjar áskoranir. Kenningar hans eru enn mikilvægur grundvöllur í rannsóknum á leik og á uppeldisfræðinni eða í uppeldisfræðinni.